hlakkast til að fá mig drikk. Heyrðu, góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Og velkomin í Syndarseli, við sitjum hérna á veður og við erum komin aftur í Negroni hotnið okkar Já. hérna. Og ég er að horfa hér á Símon, eiganda, einn af, gera drikku vikunar, við ætlum að byrja bara strax á honum. Já. Náðið þú þessu nákvæmlega? Ekki í eina sekundu. Ok, hann kemur bara og segir okkur frá þessu eftir. Já, ég fann Þetta var eitthvað jagertengt, man ég. Ó, Þetta var tengt. Þetta er sem sagt drikkurinn heitir, já það var þessi sem var fyrir valinu. Brown Butter Old Fashioned. Brown Butter Old Fashioned. Rich Buttery Smooth. Hvað þýðir tveir? Það stendur tveir á menju, Símon. Af því að það er dairy, já. Já, þetta er náttúrulega Þetta er ekki laktósa. Nei, já, það er ekki glútenleysi og laktósa og fæðu ofnæmi og allt þetta. Fyndið sko, ertu með bráða ofnæmi, láta okkur vita, eins og okkur myndi sko rullinn og stað og bara winga það. Bara, ég vona sér ekki hittur í þessu. Herru, í þessum cocktail, Brown Butter Old Fashioned er Butter Washed Woodford Bourbon. Woodford er uppáhalds, veit. Woodford er mjög gott. Veist það bara klárlega. Sigur, appelsínubitrar og brend appelsína. Já. Þetta er flott. Must að þetta sé brent. Já, við sjáum hvað... Ég er mjög spenntur yfir þessu. Já, ég líka. Ég ætla að drekka hann allan. Já, og njóta vel. Já, koma þér í gang. Þú ert náttúrulega að ná þér eftir svona vinnu... Ég er bara frá því ég var með þér síðast, þá er ég bara búin að vera að vinna, sko. Þannig að ég hef ekkert markvert að frétta. Já, bara mæti vinnuna, fljúa út, fljúa heim. Og það var nú reyndar eitthvað náttúrulega snjódrama hérna í gær. Já, það var snjódrama í gær. Það voru allir að missa sig við því. Ég kom heim frá Toronto, ég var í 6 tíma á leiðinni heim. Já. Frá Keflavík, eða þú veist, eftir við lenduð 6 tímar. Já. Og íbar. Það er viðbjöður. Þú veist, ég gerði því ég kom heim. Nei. Því ég var komin heim bara upp úr sko 1-leyti, það hefði verið komin heim kannski svona 8-leyti. Og ég úðaði bara í mig smá Jack og smá Light og... Já, bara svona eftir erfiðan vinnudag. Já, eftir erfiðan dag bara einhvern veginn. Og að því ég var líka einhvern veginn, því ég var snúin við alveg. Þú veist, ég var komin svona gýr bara, þú veist. Ég hefði alveg getað farið út og... Já, ég meina þú flugst út, þú veist, gistir, svo flygur þú heim. Já. Þannig að þú veist, frá því að þú byrjar að, sko, fóst upp í skutlina upp á flugvöll, þú veist, það verður langur vinnudagur. Mjög virkilega langur. Og bara stráng heiðalegt. Það var mjög næs að sitja og horfa út gluggann í gær með smá Jack Daniels og að horfa út gluggann og það var allt tómt. Og ég fikk svona COVID. Þetta var ógeðslega næs. Ég var í nákvæmlega sömu pælingum í gær. Var enginn úti? Já, og sko fullkomin ástæða til þess að fara ekki út. Og ég er einn af fáum, en einn af þeim sem ég hugsa mjög hlýlega til COVID. Sama hér. Bara, þú veist, virkilega hlýlega. Sama hér og mér finnst þetta bara svona... Þetta er einn besti tími sem ég átti á ævi minni. Og þá er gaman að fá einn og einn svona snjódag til þess að upplifa þetta aftur. Maður bara keypti bara mönns, ég fekk mér ís fyrir kvöldið. Allt má, þú mátt tútna út. Þú mátt tútna. Enginn sér. Og dregur fyrir og tútnar og hlustast. Og ég planaði bara, þú veist, áhorf kvöldsins. Það var bara svona, þú veist, að veist hvað ég meina? Ég horfði á Great British Bake Off. Já. Hefur þú séð þetta? Nei. Þetta er ógeðslega næs. Og er þetta Bretar að baka? Þeir eru Bretar að baka, en allt er rosalega wholesome. Þau eru svona að faðmast og elska hvort annað og allir voðalega hippalegir á því, sko. Ok. Nú er hann að brenna hérna appelsínuna. Virkilega. Nú erum brenda appelsínan. Já. En við erum torture. Ég fór sem sagt út í gær. Og fyrsta sem gerist þegar ég fer út er að ég þarf að hjálpa að ýta bíl. Já, þetta er náttúrulega, maður byrjar þarna ekki að fara út yfir höfuð. Nei. Vegna þess að ef maður fyrir út, þá eru eiginlega alla líkur að því að maður þurfa að setja sér vettlinga og aðstoða við það. Já, af því að þú veist, sko, þú getur ekki gert það. Nei, þú getur ekki. Þú sem Íslendingur verður einhvern veginn að henda þér í þetta og ég byrjaði á einum og svo tjekkaði ég á mínum bíl og heilsástekk er mesta lygi sem ég hef tekið bara... Ósammála? Nei, hann náði ekki neitt samt. 100%, þá ert þú að lélum heilsástekjum. Ég er á heilsás sko. Og ég óð í gær. Ég 2,5 tíma sem tók maður að koma frá Hafnarfirði við miðbæinn. Já. Ég var að taka fram úr sko smájeppum. Já. Út í eitt. Einmitt. Og óð upp. Já, ég hef fengið bara... Ég fengið léleg, sko. Ég náttúrulega á Michelin. Þú ert náttúrulega á Rársunum. Já. Sko, ég Þú myndum okkur að dekki mér á, sko.
ekki heldur, en svo náði ég eitthvað svona, ég þurfti aðeins að íta sjálfur, en svo sko þurfti ég að íta öðrum, það voru túristar, það voru Asíubúar á bíl á Íslandi, först bara á jafnsléttu og ég fer á íti, þau eru þarna. Hvaðan Asíu, er þetta ekki Kínverjar? Ég ætla að gefa mér Kínverja. Já. Og rosalega næs. Það hefði raun og verið að setja bara svona viðvörun og ég raun og verið sko, lögreglan að setja út í gær bara á öll hótel að láta bara hótelstarfsmenn vita, bara ef þú sér asískan ferðamann, þá sérstaklega Kínverja, labba út að mynda einhvern bíllykil, taka ég lykilinn af. Já, bara eins og mannskja sé bara að drekka. Það er engin asískur ferðamaður að fara að keyra í dag. Nei. Whatsoever, haldið ykkur öllinni, sérstaklega asísku ferðamaður. Já, eða þú veist, keyrið allavega ekki. Þetta er svona jafn alvarlegt og þú ert búin að drekka kannski. Sko, það er ekkert mál, þau geta, sko, Kínverjinn getur vaðið út í einhverjum moonboots. Já. Eins og það sé ekkert mál. Og dottið bara eitthvað. Ég meina, þú veist, en þú veist, þú stígur ekki fætin í bíl. Nei. Takk fyrir. Já, og sammála því, og ég sá bara sönnun það í gær. Þetta er fólk sem hefur aldrei keyrt áður. Við sko haldið, því að þetta er ekki einu sinni búið, sko. Því að ég fer á ítiðum, og íti, og ég skil ekki alveg, þú veist, að því að ég beint fyrir aftan bílinn, og ég heyri bara í vélinni og eitthvað, en ég skil ekki okkur hann haggast ekki einu sinni. Ég fer undir, ég sko byrjar að moka undir, ég byrjar að skríða undir bílinn og moka. Bara meðvirkniskast, skilur mig. En líka, þú veist, ég meina, það má líka henda inn að maður sé kannski smá góð manni. Já. Gef mér 5% af því. Bara 100%. 5% af því og 95% meðvirkni. En svo er ég bara að moka það undir, ég er búin að skríða undir bílinn og Svo tek ég eftir því að dekkin ekki að snúast. Þá er gæinn í park allan tímann. Já, það er dattaði hug. Við hefðum getað gefið okkur það. Já. Að gæinn hafi verið í P. Hann var í P-inu og sko búinn að þenja vélina svoleiðis þarna, sko, á snjóplaninu, sko. Svo náttúrulega bara leið og hann fór í D-ið. Þá bara, sko. Það var óðan að stað. Það var bara aldrei neitt að. Hann var bara aldrei fastur. Hann var aldrei fastur. Hann bara fastur í P. Og ég er búinn að grafa, ég var blautur í gegn allstað, sko, alveg búinn að, Jésu. En sko, svo þökkuðu fyrir sig. Og finnst þið hvernig þökkuðu fyrir sig? Þið fyrir sér hvernig Kínverjar gera svona að láta hendina saman og þú veist, þeir sem eru að horfa á vídeo, svona, þú veist, já, svona há, eða ég veit ekki hvað það segja. Svona níhá, eitthvað. Og mér finnst, ég hefði gaman að fá svona alvöru þannig. Þetta er flott. Mér finnst það flott. Já, og þau allsæl. Þau bara, þú veist, komin á stað og veistu hvað góða við þetta líka? Þau fóru beint inn á bílastæðahúsið. Þau voru hætt að keyra. Þau ákveðar, já, þau lögðu bílinn þarna. Já, sérstaklega því ég tók bílinn. Skynsamur Kínveri. Já. Sem að Kínveri er nú skynsamt fólk held yfir höfuð, sko. En ástæðan fyrir því að ég er að nefna þetta er að, sko, stór hlut, og þetta hefur verið svo mikið vandamál hérna heima, að það eru Kínverjar sem að koma til landsins, þá sérilagi Kínverjar. Þetta er oft, þau hafa margir af þeim sem er að leigja bíl hafa sko lærið að keyra bíl í einhvers konar ökuhermi. Þú veist, þú færið ekki út í umferðina. Þú færið bíl frá einhverjum ökuhermi. Er það í alveg bara þannig? Ok, wow. Og svo það sem gerist er að stór hluti fólks hefur aldrei keyrt bíl áður. Þannig við erum að alvöru bíl. Já, við erum að fá marga inn í umferðina sem eru með bílpróf úr einhvers konar ökuhermi og hafa í raun og verið ekkert myndað. Nei, og svo faraðu út í þetta og þetta er bara allt annað. Ég myndi ekki... Ég verði bara komin á þetta bara, þú veist, þú komin þjóð, ég menn eins og í gær, ég menn að þetta var ekki þetta Íslendingafæri að fara að keyra út í gær, skilurðu? Þú ert ekki að fljúa í flughermi og fer svo að fljúa fyrstu vélina þína einn. Sumir hafa rænt flugvél þannig reyndar, en það er annar mál. Já, rænt henni til þess að brotlendin eru, skilurðu, í einhverju svona terroristapælingum, sko. En þú veist... Alveg eins og Kínverinn. Heyrði, kom okkur þessu. Já, við elskum Kínverinn. Við elskum Kínverinn. Það er nefnilega að koma drykkur. Ef maður taka smá pásu, fá drykkin og fara svo yfir þegar við drekkum hennar drykk. Já. Þá ætlum við að fara hans yfir þarna í helgina þína. Já, það var náttúrulega nóg að vera. Þá erum við komnir aftur og Símon hérna kemur færandi hendi með kokteil sem heitir heitir Brown Butter Old Fashioned. Segðu okkur. Já, Brown Butter Old Fashioned. Þetta er sem sagt brúnsmjöraður brúnsmjörsþvegin Woodford Reserve bourbon whisky. Svo er þetta brúnsykurs sírup. Já, sykursírup og já,
salt, svona appelsína með hrásykrið. Já, þú varst eitthvað að kveiki henni. Herru, Takk fyrir Símon. takk fyrir og nýr seðill á morgun. Veistu hvað ég fæ? Ég fæ, áður en fyrir mig nýja seðilin, ég fæ svona, það er jólavip. Maður sjá. Þetta er Christmas edition. Ótrúlega næs. En þarna, já, nýr kokteilseðill í dag, eða þú ert að hlusta. Þetta hann drekkur alltaf svona. Hann er góður. Hann er góður. Vá, hvað hann er góður. Ég fekk meiri mitt þetta svona. Já, sko, ok, þátturinn kemur út á 50 og þá er nýr seðill þetta. Allánsa á morgun. Alltaf happy hour. Alltaf happy hour. Allt kvöldið ekki? Jú. Það held ég. Eða ekki, örugglega? Frá 7 til miðnættis. Já, 7 til 1. Til lókunar, 7 til 1. Það verður 5 dagar. 19:00 til 01:00. Já. Þá búið að salta vel fyrir utan. Já. Okkar menn og kíki, kannski búin að aðeins að móka betur. Sína lit svona einu sinni. Hvernig væri, það þarf ekki bara að sína lit í ágúst, kíkimenn. Þú veist, það þarf líka að sína lit. Já, regnbogalitina sko. Já, regnbogalitina þarf að koma út og það þarf að salta fyrir utan. Já. Þetta er nefnilega ekki alveg til fyrirmyndar. Ég sé að það er til fyrirmyndar hér. Já, sjálfsög. Fyrirmyndar hjá okkar mönnum á kalda. Já. En það er skabl. Það er verið að vinna í sem er það er verið að vinna í sem núna. En ekki hjá kíki, en vonandi kemur þægilega. En það allavega, þau geta allavega komið beint hinga. Og fengið sér svona koktela og eitthvað. Frá 19 til 01 og þá er komað nýr seðill og þar er hægt að fá ýmsa drykki. Sem að ég smakkaði. Sem að þú smakkaðir síðustu helgi því að þú kíktir aðeins út. Það held ég. Sko, þetta var smá helgi, sko, svona lúmsk helgi. Var þetta station helgi? Var 5 föðslaug? Nei, þetta var ekki beint. Þetta var smá jeppi. Þetta var föðslaug. Já, þetta var Vítara. Það var Vítara. Og sko, ok, laugardagurinn, Finnur félagi minn komið í bæinn. Það er svo gaman að eiga einn út á landi við. Okkar maður frá Ólafsfirði. Ólafsvík, fyrirgefðu. Algeng mistök. En Ólafsvík, afsakið. Oft að renna vel í gegn hana. En sko, þau eru alltaf í stríði við Grundafjörð. Mér finnst það alveg æðislega, sérmyrandi. Sem er, já. En sko, svo kemur hann í bæinn og alltaf gaman að eiga eitt svona hátíðavin. Og þá er hann alltaf bara ein í stöðun að kíkja í það. Já. Og ég... Hvar gistir hann svona í bænum þegar hann er hér? Það er eitthvað svona þau eiga nokkur, sko, fjölskyldarnas íbúð. Eða tengda fjölskyldana á íbúi sem þau nota svona. Þannig að þau geta komið í bæinn bara eins og þau vilja, sko, sem er Elon Musk í þessu myndi ég að segja. Hann er ekki maður single eða? Hann er lofaður maður. Hann er lofaður maður, ok, nice, geggja. Hann er bara skynsamur maður. Já. En ekkert að hórmangast. Nei, fær bara fjölskyldi íbúin í miðbænum. Já. En sko svo fyrir við út og sko smá random. Annar félagi minn, hann er bara eitthvað, heyrðu. Ég er á Kaffi Vest. Hjá Gísla Martini. Hjá Gísla sjálfur. Já. Og Sorry. Tæknimaðurinn Svenni. Nei, og Kaffi Vest til Gísla og ég mæti þangað. Og mér finnst stemmingir oftast bara mjög fín. Sko væpið. Já. En pældi því. Þetta er málega, auðvitað er þetta, sko, því að Vesturbærinn yfir höfuð er bara svo huggulegu bær. Já. Og fólki sem að býr í Vesturbænum, ergo, þú veist, Gísli Marteinn og fleiri, þetta er huggulegt fólk. Já. Þú veist, ég hugsa að hver einasti íbúi í Vesturbænum sé með lýsinguna heima á sér í lagi. Já, við erum að tala gula birtu. Svona appelsínu gul birta. Já. Og svona kvöldbirtu, eitthvað fallega. Og reykelsi. Já, og bríó. Eða svona reykelsi frá Fischer. Já, frá Fischersund. Svona hættu sér þangað. Svona nálægt miðbænum, sko. Já. Í eina lykt. Það sem að Jónsi Sigurós er búin að velja á því einhvern aróma. Já, alveg sko sér smíðaðan. Alveg sko. Þetta er smaður. Allavega, já. Og þannig var stemmingin. Ég fer á Kaffi Vest, en pældi það eru samt þarna svona 4 fartölur opnar. Já. Klukkan er 6. Já, fólk er að klára vinnudaginn, taldið. Já, Er þetta ekki einhver svona grafískir hönnir sem er bara, þú veist, er með station þarna? Ég held það, einhverju frílanserar, sko. Svo er kannski einhver að vinna í skáldsögunni sinni, þú veist. Og það er allavega, ég get lofa þér, það er engin endurskoðandi. Þú veist, þetta er ákveðna típur sem að kjósa. Þetta er eitthvað, það er dæturnas Einars Kárassonar, Kamila og þær vilja að vera svolítið þarna, sko. Og klára einhverja
og eina vín svona. En það var happy hour okay, og fólk var að negla í sig og ég í huggulegri stemningu, við erum búin að koma það. Í huggulegri stemningu og sko, heyrðu, ég sest þarna, það langborð í miðunni og það eitt smá matsík sem gerist, sérstaklega við svona stór borð, að ég sest niður og þá bara mjög góðu annar félagi með beint á móti mér. Bara fyrir tilvíli? Já, ok. Þú veist, þannig að það blandast saman og veistu, það verður þetta matarbóðsvæð, svona með, kemur svo bara. Þannig að, já, það var svona góð stemming og þannig að, en sko, þjónustan, það rosa tíndar alltaf. Já. Það held ég, pólskar. Já. Ég held ég að mér svo spurt eina, við lentum í spjalli. Og þarna, og það svona, en svolítið tíndar og það þessi klassíska pólska þjónustulund sem maður festundum. Einmitt flugu hingað við með Lot Airways. Já, með þarna váinu eða eitthvað og komu bara með sína fílu. Já. Shit, sko, ég ennþá ná mér eftir Varsjáferðinni það sem að allir þjónarnir voru leiðilegir við mig. Bara ennþá lítill í mér. Þetta rasísku þáttur. Við erum að taka inn ýmsu þjóðir. Þetta upplifun. Já, og fara yfir upplifun okkar á þeim. Ég var að íta Kínverjum. Já. Ég var í Varsjá að lenda fyrir einelti að hálfu. En samt að styðja economy. Já. Og þú veist, þannig að þetta bara byggt á okkur. Og þarna, en svo endur við að borða þarna. Ok. Þannig að ég fór mér í þessi mat og hann var bara ágætur, sko. En eins og ég segi, Kaffi Vest, þetta smá svona, sumt óbærilegt og sumt bara frekar notalegt. Það vestur bæjar notalegt heitin. Já. Svífur við vötnum þarna. Það fannst mér, sko. Já. Og en svo bara fer kvöldi í ruglið og við ferum náttúrulega á röntgen. En það gerist eitt við mig á röntgen sem að gerist við þig. Ég fékk nóg á röntgen. Ég var búinn að sitja þarna og allt í henni fekk ég svona, ég get ekki verið hérna lengur. Ég verð að fara. Var orðið svona crowded? Það var bara, ég er búinn að sjá og marga leiðilega og þetta var orðið bara svona, líka mér að kenna, ég er búinn að fara svolítið oft þarna, vinir mín fara svolítið þangað. Þannig að ég fekk bara svona ógeð í bland við leiðilegt fólk og ég strunsaði. Eiginlega strunsaði. Já, fórst í fúsi. Smá. Eða svona, þú veist, fór undan allavega. Þetta tengi bara mjög hart. Algjörlega. Og ég fer sjálfsögðu á veður. Já. Og sit hér og með svangviti. Já. Fórstu bara einn eða? Nei, ég var með kærustuna. Já, ok. Við fórum saman og... Fór hún í fúsi líka? Eða dróst hann svona út? Þetta var mín í fús. Já. Þannig að ég dró hann át á hárunu. Nei, ég má ekki. Og svo sittum við hérna og Símon að hendi koktela og við erum að eiginlega bara, ég hef sjaldan drukkið svo mikið á kokteilum einu kvöldi, sko. Okay. Og þetta var svakalegt og við vorum að prófa niður í drikkina og þetta var allt bara geðveikt og við drukkum eitt svona. Já. Þetta var til þess náttúrulega að maður var helvítið hress. Já. En ekki blackout Danni. Ekki blackout Danni og það Danni sem ég sakna mikið. Já, þú farið hann kannski einhvern tímann. Bara ég og þú. Hann kemur bara á veturna fram. Já. Í skammdegistónlindinu, sko. En þannig að maður bara svona, ég svona fer heim, sæki píts frá svona restauranti og 10-11 og enda bara í einhverju þroti heima, sko. En vakna þunnur og hvað framundan? Það Toddmobil með tengdafjölskyldunni. Nákvæmlega, það var að laugardaginn eða ekki? Jú. Smá brekka. Já. Að keyra sig í gang, en þau eru mjög skemmtileg, þannig að það var ekki eitthvað svona þannig kvíði. Nei. Við förum beinustu leið á happy hour. Já, það alveg lífvelt að mæta þunnur og fá sér til þess að ná sér. Já, þau eru alveg mjög hress bara með allt svona. Ok. Enginn að dæma hér og við förum á litla Dublins á happy hour. Og það bara ógeðslega næs, nema hvað, að stuttu seinna þá hringir í mig eitthvað óþekkt númer og þú veist hvernig þessu tilfinning. Maður veit ekki hvort maður að svara. Ekki laugadegi, þú veist. Laugadegi, 5:30 komin á happy hour. Ég horf á símann og get lengi ákveða mig og hugsa svo, ok, fuck it, ég svara. Þá bíða mín, eða tekur á móti mér sannlega leiðilegustu skilaboð sem getur fengið. Nú? Sem eitthvað svona, ert þú Daniel úr íbúð bla bla bla? Ég fæ taugafall leið. Nei, ég fekk taugafall leið og var bara, þú veist, já, og hann bara, það reykur að koma úr íbúðinni. Nei. Og ég... Var kviknað í þannig? Ég spretti heim. Já. Og sko ég held ég að við sleið einhvers konar hraða með þetta. Ég gunnaði svona hálfan Laugaveg. Búið með 2 afréttir eða eitthvað. Ég mætti, ég var næstu búinn að fá svona bara örmögnun aðalega bara við hlaupinu. Hjartaflugt. Já.
ég kem og kem heim og þá gæinn hérna fyrir utan og bara, þú veist, þú tjekka á þessu og ég bara gönn inn. Var ekkert búið að hringja inn í slökkvilið eða neitt? Nei, en sko, svo kem ég inn og það eiginlega engin reykur. En það svona smóklykt. Nema hvað, að það sem gerðist var, veist, þannig að þú veist, þetta var í rauninni ekki kviknaði, en það sem gerðist var að ég var svona reykofn og ég var eitthvað svona að vesinna stíðunum og tók hann eitthvað inn eitthvað og það sem hefur gerst verið, það hefur verið svona lítill viðarkubbur, svona occupants. Já, bara örlítið kvikni, já. Svona í þú veist svona lokuð umhverfi, skilur við reykofnin, skilur við. Og hafði verið glóð í honum og hann hefur aðeins haldið á honum að reykjast. Ok, var þetta eitthvað svona eftirfylgna á þessi restaurantapítsu kvöldin áður? Já, ég var að reykja hana, sko. Ég eftir nokkru kvöldir. Já, eitthvað tilraunir. Já, ég meina, ef líka með einhverju, þá var það restaurantið, það er sjátað á hana. En sko, þannig að ég, þú veist, og gæinn, sko, eins hjálplegur á var, þá var þetta byrjað að vera svona, sko, ég held að gangurinn sé alveg í lagi, svona samegnin, sko, en sko, ég bara vorkinni þér með skemmtirna, sko, bara tjónið, sko, og ég eitthvað, bara reiktjónið, sko, bara það þú vilt held ég bara taka allt út og eitthvað svona, og ég bara eitthvað, Hvað var þetta eitthvað svona sölum að fara að selja þér eitthvað? Já, veist, ég... Getur nú alveg aðstofið þetta með? Já, bara tryggingagæi, sko, ég var bara, já, og málið var að Það var eitthvað tjón? Nei. Ég var, þú veist, ég var svo móður og gæinn hér að ég væri í einhverju áfalli. Þannig að... Já, þannig að alltaf einhvern að fara að milda þetta fall. Þannig að hann var bara, þú hugsa bara sjálfa þig. Þú veist, þú bara ferð og bara hugsa sjálfa þig og ringir í einhvern góðan vinn. Sko, og þú veist... Hringdi vinn? Nei, og ég var bara eitthvað, já, ok, þú veist, takk. Á hvað aldri erum við að tala um þessi maður? Ég held að ég svipum aldrei eitthvað sem ég jafnvel aðeins yngri. Ok, flottur. Kemur í ljós mjög snemma að þetta var AA maður. Já. Og það útskýrir held ég svolítið þetta svona I got you. Já. Svona spons. Já, ég gríp þig. Já. Og þetta ekkert málvinur, þú bara hefur núna samt við þitt fólk. Ég til staðar. Já, bara. Þú veist að mér. Þú hugsar Íbúð 201 hér. Já, þú hugsar þig. Já. Og ég til staðar alltaf. Nei, þetta var svona sponsor feelingur, fattaru. Og hvernig komst það því að þetta vera A-maður? Var það bara... Hann einhvern veginn að smiklaði inn. Vegna þess að A-samtökin eru trúarsamtök. Einmitt. Ofsatrúarsamtök. Já, ég held. Hann hefur fundið áfengislykt að þér. Já, kannski, já. Hann hefur fundið áfengislykt. Hann hefur fundið Guinness-lyktina. Og við erum eitthvað hann er áfalli og það er ekki út af þessum reykkup. Já. Það er vegna þess að hann á við vandamál. Og ég er hér. Og ég er hér til staðar. Komdu bara með mér að fund. Já, bara... Það verið eitthvað svona. Nei, hvað er það að fara að gera eftir? Heyriði, það er bara flott vinnir og þú kemur bara með mér hérna í Guðla húsið. Ferðu með mér að fund og... Tatt með biblíuna. Guðla húsið, það er vist eitthvað svona... Hann er auðvitað Fíladelfíu. Það er svona miðstuð að samtækana. Fíladelfíu hann er nálægt. Hann er auðvitað þar alveg. Mínir menn, þanga langar mig að fara. Já, við förum. Ég á vinkunu sem að fer alltaf þanga. Hún er í Fíladelfíu. Tökum ekkert tíma hann sko góðan lönns. Hún er bara, það er svo gaman að fara tónleika og að koma með. Og ég bara, já. Er það daginn eða kvöldið? Þetta er eitthvað svona sunnudagsatriði. Kvöldið þá? Já, við getum farið, fengjum góð lönns. Liquid lönns. Mögulega getum við kíkt á veitingastæðin sem við lofiðum að kíkja á sem er við Hlemm. Reykjavík Kitchen. Reykjavík Kitchen eitthvað, já. Já, Reykjavík Kitchen. Já. Við getum farið þangað, drukki kannski 2 flöskur. Já. Og svo kíkjum við gospel. Er þetta gospel? Þetta er gospel. Bara Kalljó mættir bara. Þetta er Jökulli Kalljó. Já. Í allri þessum dýrð. Með þarna kórinn. Gospel kórinn. Já, og ég meina ekki bara hann, bara okkar maður í Jetblack Joe. Já, auðvitað Páll Rósinkrans mættur. Hann er þar. Og held ég bara svona restina bandinu. Þú veist, þarna eru fleiri að fullt af líða. Einmitt. Þú svo ekki með Sigga Bain, ég hugsa sér ekki mikið í kirkjunni. Nei. En hún er svona gospel sönguna. Einmitt. Dittu, en hún er... Nei, hún fæ sér. Já, klassik. En sko, þetta er ekkert edru dæmi í Fíladelfíu, eða? Nei, það eru sko... Það er ekki seldu bjór, allavega? Ég hugsa sér ekki áfengisleifið þarna. Nei. Og þetta er alveg svona, þetta eru svona örlaða bittirnar sem eru búin að vera, þú veist, í Krýsuvík og Hlaðgerðarkoti og þú veist, þarna. Þú veist, og eru búin að fara svona 10 sinnum í meðferð á kostnað skattgreiðenda sem er bara flott, sem er bara mjög gott, sem er bara mjög gott mál. Tek undir. Já, en þarna ég var að reyna að finna einhvern punkt til þess að við munum nota þetta einhvern tíma. En allavega, en þau eru þetta mikið. Já. Þannig, en ég held að sé alveg, þú veist, ég held að sé alltaf að mæta með smá vínlykt. Já, við smuglum líka með vínlykt, já, veitu, ekki eins og þegar ég fór á þarna í Guskus og alltaf að taka með mig fleig. Og hugsaði, þetta er ekkert mál, það er bara að leita eftir dópi.
fleygurinn tekinn af eftir svona sekund. Það var bara, hvað ertu með hér? Og ég horfði á hann, einhvern svona unling að leita á mig. Já, miklu yngri. Og hann leita á mig sem ég var á flugvelli, sko. Það var bara tekið alveg vel upp hérna og bara upp pungvið. Þetta byrjaði að gerast, bara löggan sem stoppaði mig einhvern tímann, miklu yngri en ég. Og ég smá svona, þú ert ekkert að fara, það var ekkert aðskilur, en segjum að það hefði verið eitthvað að, ég hefði verið bara eitthvað, þú ert ekkert að fara að segja mér. Ég var algjörlega viss um það, ég kemist inn með fleyginn, sko. Mér finnst það saklaust og fallegt. En svo var ég eitthvað horfði á hann og hann var eitthvað, hvað ertu mig hér? Og ég var eitthvað, reyndi svona allri minni dýrið að finna upp eitthvað svona 10.000 sögur hvað ég geti sagt þetta væri. Biblía. En ég var eitthvað, sorry, að því hann spurði fyrst eitthvað, ertu með gáður í eitthvað? Nei. Svo var hann hérna, þú veist, og var svona rétt komið með svona litla fingur í pungin á mér. Og ég var eitthvað, ok, svo fyrir hann svona svo var ég eitthvað, shit, hann er komað á flegnum, og hann bara grípur í, og fleigurinn var svona við brjóstkassa minn, hann greip svona í eins og var að grípa í tútunar. Hvernig dirfist? Já, þetta er áltútan mín. Já, how dare you? En þá var hann eitthvað, hvað ertu mér hér? Og ég horfði eitthvað á hann eitthvað, sorry, ég er með svona viskifleg. Og hann eitthvað, takk fyrir að viðurkenna það. Það verður sjómli. Já, takk fyrir að viðurkenna það. Bro. En ég verð að fá takkan að þér. Ég bara, ok. Njóttu vel, Ganni. Bara þú tekur þetta bara í eftirpartíðina. Svo var ég eitthvað svona, einhver leið ég geti fengið tilbaka? Svo var ég, fuck it, innan þessu. Það væri þetta geðveikt. Það væri bara svona, eða uppboð í lokin. Bara svona minibar. Take away minibar. Takk það sem þú getur. Fundum með MDMA, þú vilt uppá það með þér. Það er málið, það er miklu öllur að smygla eins og kókið MDMA. Ég veit það, sem er svo leiðinlegt. En svo tala fólk um áfengis í versta fíknefni, þannig ég veit ekki með það. Það er algengasta, en versta, nei. Ég hugsa að sé ekki ábætandi að vera að fá sér kókaín allavega. Nei, eða heroín, skilur. Pældi, þannig að, já. En þú veist. En þetta var fleygurinn tekinn af mér og ég sá fyrir mig að ég var í stæði, ekki stúku, stæði. Já. Og ég sá eitthvað fyrir mig geti verið að sitja þarna og horfa á þetta leiðilega sjó sem þetta var. Og fórum í gegnum daginn. Var ekki gaman. Og þarna og það hefði náttúrulega verið 10.000 betra ef ég hefði verið með, ef ég hefði fengið fleyginn með. Já, alltaf. En það var alltaf tekinn af mér. Það var tekinn af þér, gutta. En allavega, við erum ekki búin með þetta aðri, fyrir ekki. Nei. Þú ert í A-samtökunum. Ég er komið halva fóti, eða eitt fótinn í A-samtökun. Nei, og hann sko, en eins hjálplegur hann var, og ef hann er að hlusta fyrir einhver ástæðu, ég held að við séum ekki testaklega A-friendly þáttur, en ekki, það kemur fíkn í liðið. Já, ég held að við erum að fara að fella hvert einasta mann sem að hlustar að þetta podcast. Podcast í dag, ekki útvarp, heldur podcast. Já, podcast, já. Hlaðvarp, ef þú ætlur að fansi. En sko, nema hvað að gæinn sko, eins hjálplegur hann var og ef hann er að hlusta, bara takk æðislega, ég er að fara að hendi ykkur ástakkurfu handunum að því að hann hafði fyrir því að hringja í mig persónulega í staðin fyrir að hringja 1 eða 2 eða eitthvað. Já, ég held að sé gott fyrir hvert einasta húsfélag að hafa allavega meðlum A-samtökuna. Algjörlega, og þú veist, þess að segja, ég er mjög þakkláttur fyrir hann. Sem er einhvern veginn svona reiðubúinn alltaf, nema það hann fellur. Já, ein helgi. Svona partíhelgi. En sko, nema hvað að sko, hann var að hjálpa mér, þú veist, að halda útidyr á hurðinu opni og ég fór gegnum trekk og eitthvað, bara hlann á lyktinni, skilur. Já, það var mikið lykt. Það var svolítið svona lykt. Það var ekki bara svo að vera að reykja. Jú. Já, næs. Mér finnst það bara fín lykt. Já, talaðu Fissir sundið og Jónsi Sigurós. Ángríns. Ný lykt. Ný lykt. Bara reykja kjúkling lykt. En sko, nema hvað að hann sko, sama tíma var hjálplegur, þá var hann sko nett óþolandi. Mér finnst leiðilegt að segja. Já. Því að hann var alltaf sko. Það er þetta vibe. Hann sagði svona 20 svona við mig. Þú hugsa bara sjálfa þig. Já, sem er basically þarna, hann er að lítilækka þig. Svolítið. En ég sagði við hann, ég endaði að segja við hann, ég er fyrst og fremst móður eftir hlaupið. Já. Skilurðu? Og hann eitthvað, já. Og svo var hann bara, já, shit maður. Ég held að gangurinn slöppið, en tjónið er, bara að og hann, málega það er alltaf dramatískt. En ég er sko að endurtaka hann hafi sagt þetta allt, af því að hann var að endurtaka þetta á fullu. Og ég var svo ánægður þegar hann fór loksins. En svo fór hann og ég var eftir hann alveg bara að loft út, alveg þannig að tónleikarnir byrjuðu. Já, þannig að þú náður aldrei aftur öðrum drykk fyrir? Nei, en ég fekk mér bara 1 drykk heima meðan ég beið. 1 eða 2? 1 eða 2. Þú veist, auðvitað, því að sko, þetta var líka, þú veist, ég vissi að þau voru öll eitthvað að fá sér og þau fóru í dinner og eitthvað og ég var bara eitthvað heima að loft út í kósífíling og það var alltaf læg, en svo fyrir á Toddmobil fucking eldbók. Hvernig var, við ætlum að fara því að sko, ég og þú erum búin að fara yfir svona orku á tónleikum, við fórum yfir orkuna á Guðskus, við fórum yfir orkuna á FM Belfast. Toddmobil orkan, segiru. Já,
Já, hún var náttúrulega rosalega svona... Ok, byrjum á því, þetta er í Eldborg. Þetta er í Eldborg. Okay, hvernig finnst þér, að því að mér finnst sko, að fara á tónleika í Eldborg er oft sko, mér finnst þetta eiginlega bara að vera óperuhús eða symfóní. Sammála. Mér finnst aðri tónleikar í Eldborg. Eða eins og Guðskus, einhverjum dóptónleikar, svona dópist svona pop. Ég held að það hefði verið skemmtilegar í Eldborg heldur en í höllinni á Guðskus. Já, ég fór í Guðskus í Eldborg. Og, þannig að, þú veist, og vera einhver svona mynda e-töfluna í Eldborg er bara einhvern veginn skemmtilegra held ég en í... Þá ertu bara að fæða vasklas í hlýði, skilur. En að því sögðu er að mér finnst að, þú veist, ég farið á svona blues-tónleika í Eldborg, það er gaman, ég farið þarna, en hvernig var stemningin þarna? Sko, ég ætla að segja 50 plus bara eiginlega. Ég var sennilega alveg vel yngstur, eða svona yngri, í neðsta 1% í aldri. Það er gott að vera. Ekkert áfengin, ég smiklinn bjór að sjálfsögðu. Já. Ég er ekki bara að sitja... Það er enginn að líta þér þar. Nei, það eru sko, vini mínir hafa unnið að náður, sko, sem svona hleypinn fólki í hörpunni. Þetta eru bara, 19 ára, 18 ára krakkar, þeim er svo drull. Þeir svona horfa á mann aðeins bara. Það er enginn að snerta tippi eða brjóst, sko. Nei. Og svo byrjar þetta á Andrea Gylfa. Já. Ég hugsa að margir hafa verið með flegin. Já, alveg, sko. Í svona stál, alveg sko, bara, sem við fengum bara í, eftir eftirlauna gjöf. Já, það er þannig. Einhver svona hestamaður. Einmitt. Hestafólk, já, það er tottmóbil. Þetta var knapafest. Það var knapafest, okay. Það er flegin. Já. Hún er flott, sko, ég fíla hana. Hún var alveg þreytt í röddinu og eitthvað, en sko fílingurinn yfir henni var cool. Hún er nettgæla, góðsönguna. Hún er, sko, Andrea Gylfadóttir, hún er með swag, hún mega það. Já, hún er með swag, sem kemur henni langt, sko, á tónleikum. Svo kom Eyþór Arnalds. Já, minn maður. Hvað case er þessi maður? Ég elska hann. Ok, hann... Borgarfulltrúinn okkar. Já. Hann mætir, hann tekur frí frá borgarskildum. Já. Sko, þessi maður er svo steiktur. Ok, hann er flott söngari. Hann mætir með cello, sko. Já, og svona temmilega sexy. Hann er með cello, sem hann sko trýtar eins og rafmagnskítar. Já, ég veit, það hefur alltaf gert. Já. Finnst þér ekki í lagi það? Sko... Þú sem gítarleikari sjálfur. Ég held að sé hægt að púlla það. Já. En ég held að sé alveg erfitt fyrir herra borgarfulltrúa sjálfstæðis að púlla það. Já, ok. Eða sko, þú veist, því að hann var líka í jakkafutum. Mér leiði svo að hann væri bara í vinnunni. Já, þetta var bara sem var nýkomin að finna á borgaræði. Já. Og það er bara sverið eitthvað, ég þarf að kíkja hörpun á taka eitt gig og... Já, svona vesti og jakkafutum sem skýrst og eitthvað. Og en þú veist, hann var alveg, sko, stemmingi yfir honum. En sko, hann tók múvið, hefur haldið á pönnu og svona snúið henni í tring, svona. Hann var að gera það... Tók hann það á sellóinu? Svona 20.000 sinnum. Já, aðeins mikið. Svolítið aðeins og oft. Og var alveg að spinna þessu selló út allan bæ og svo tók hann rafmagnskítarinn á þetta. Og þú veist, það heyrðist ekkert í þessu sellói, þannig að ég veit ekki hvort það, þú veist... Já, hvort þetta hafi verið bara á... Bara skraut. Já. Þú veist, það heyrðist allavega eiginlega ekkert í einu lagi eða eitthvað. En sko... Þetta er einu af þessum tónleikum, þegar kom hlé, þá var ég alveg að vona að þetta væri bara freka búið. Já, ég skil ekki. Það var eitt af þessu, sko. Þau hefði mátt taka bara 2-3 lög í viðbót og sleppa hlínu. Eiginlega, sko. Mér finnst nefnilega það. Nú ætlum ég að taka þú þetta til sem tónlistsmaður. Já. Og þeir tónlistsmenn, sko, stundum, ég hef oft hugsað þetta með hlé á tónleikum. Þú veist, má ekki bara bæta við 2, jafnvel 4 með uppklappi, fjórðalagi, og slúta svo bara tónleikunum í staðan fyrir að vera með hlé. Alltaf. Að það ekki? Jú. Ég held að sé alltaf betra að taka kannski einu lagi færra. Einu góð pissupása, en þá finnst mér bara alltaf að vera með langt gítarsóló og þá kemur söngvarinn í einhverju brandar eitthvað, nú gítarsóló, nú sóló í svona 3 mínútur, fara að pissa. Já, eitt bjór pissa. Já. Það er alveg trikk, sko. Af því að það er sem hlýðið alveg fínt fyrir það, en það þýðir líka að það er helmingur eftir. Nei, og svo að því sögðu, þú mátt ekki taka með drykk. Ekki þarna. Inn í Eldborgarsal, bara yfir höfuð, mátt það ekki. Nei, já. Og þannig að ég bara aldrei fara með drykk ganga. Og þannig að þú veist, það er stór hlut af fólkinu sem er ekki svona að drekka, þannig að þú þarft ekki svona að pissa. Það er rétt. En þetta er til þess að kaupa hana bjórn. Þetta er söluvænt. Og röðin á klóstið í hlíðinu var hlægilega lög. Já, fólk var að pissa á sig. Já. Þannig að sem því það fólk var að smikla. Þetta var svona gallsteinskrátið. Já. Það var, þú veist, það var hópurinn. Já. Knapa, gallsteina og margir með rennís á sér.
Alveg. Já, fyrir brjóssuðan. Það var, sko, það heyrðist allir í bandinu fyrir renni smjattinu. En þannig að svo kemur hlé og svo fyrir aftur inn. Þá Eyþór Arnalds, þinn maður. Okkar maður. Okkar, já, hann má vera tilnefndur til syndasilfur ársins. Já, og ég hrifin og ætla að fá henni viðtal. Og bara út af þessu múvi, eitt og sér var í nóg. Okay. Hann kemur tilbaka eftir hlé. Hann er ennþá í vestinu. Já. Hann er farin úr skyrtinu. Var hann... Já. Hann var með byssuna úti. Veit ekki með það á Twitter. Hann var bera ofan og svo eitt vesti. Og vel byggður. Hann er með heldur massa. Hann er massaður. Og sko, ég veist ekki hvert tengdamamman ætlaði að fara, sko. Þetta var svona... Írska kona frá Vestmannaeyjum aðeins að gólandi. Smá gól og sko, nei, sko, að því að þarna var hann með byssunar úti. Hann er á sem aldri, þú veist. Og það er ekki allir í formi á sem aldri. Nei, og það er alveg auka hot stig þegar þú ert í formi og ert á 60 aldri. Sko. Og ert í Eldborg og jóðlaðri úr skyrtunni. Og ert enda með sellóið, spinnandi sellóinu. Alveg, sko. Heyrðu þið, fékk hann einhvern uppklapp á þetta? Með bera ofan? Já, var ekkert eitthvað, wú, eða, þú veist. Ætli það hef ekki bæst í vúin, hann eftir sé. Og svona, aðeins og, já, mennirnir að stressast og svitna súru þarna, sko. Akkurat. En svo kom alveg á heil runna eftir hlé og ég veit ekki, svo kom þessu uppklapplu og þú veist, ég meina, allt í lagi að fara á þetta forvitni. Mjög áhugaður hljómsveit, það er smá arti, sko. Það er margt flott með tónmóðil, sko. Og þú veist, því að hún er svona áhugaverð og listræn einhvern veginn, þannig að það er aldrei leiðilegt að sitja tónleika því það er alltaf eitthvað svona nýtt í gangi. En þú veist, allt í góðu, svo bara einn eftir það og beint heim, sko. Ég var alveg búinn eftir þarna reikatriðið og þinguna og þú veist, það var bara allt og mikið búið að ganga á fyrirtana minn. Þannig að sunnudaginu fór bara í, sko, alvöru þrótt, sko. Bara endur heimt. Já, bara síðan þá, sko. Þannig að það var ákveðis helgi. Já, ég heyri það, Danni. Já, ég er að fara, já, ég ætla að eiga svona svipahelgi. Ég er að fara út með fjölskyldunum minni að borða það er eins gott. Á laugardaginn. Af því að ég, sko... Þetta er önnur hver helgi, við deilum þessu. Já, af því að ég er nefnilega að fara að vera bara læstur inn í tölvuleik. Já, fyrir Erfis. Ég skil hvað minnur. Já, af því ég er að það er nóg að vera hjá mér, sko. Svo er ég er að fara ekki á laugardaginn. Nei. Ég er að fara, ég veit ekki, sko, er einn rosalega góður vinn minn sem að ég er að plata með út að borða á laugardaginn. Er það hér? Sem ég er ekki búin að hitta lengi. Nei, ég ætla að fara að Frögg í Reykjavík. Ég fór þangað. Já, að borða það, það er bara drikk. Já, þetta er svo mikið lauma þessi staðir. Já, þetta er svona gamli, góði hótelstílinn yfir þessu. Algjörlega. Og mér leið mjög vel þarna, ég var að horfa á kvenna ferkvæltsgönguna. Já, einmitt. Þú fór framhjá. Já. Satt með bjór að horfa á liðið, sko. Nei, Frögg í Reykjavík, það var sko... Þetta er góð bar, en restaurantinn er vist einhver nothing else, þannig ég hlakka til að fara þangað. Og svo er ég að fara á þarna, svo er ég að fara eitthvað meira skrall, ég er að fara að hitta fullt einhverju fólki á laugardaginn. Býtu, er hitt á fös, segir þú? Já, ég er að fara á Bryggjúsið á föstudaginn. Hvað er það? Með Kaffi Reykjavík. Já, er það eitthvað nýtt? Já. Þetta er svona fjölskyldu, þetta er svona nýtt hjá fjölskyldunum minni. Við erum að hittum samt daginn og ákveðum að við ætlum að nota þetta þannig stað til þess að ég hlakka mjög til að heyra frá honum því þetta er einn af þessu stöðum sem að labba kannski maður fær sér eitthvað að borða þar, ég veit það ekki ég ætla bara að sjá, þú veist, þetta er allt saman opið eitt kalamari, en svo er ég að spá að kíkja hérna líka morgun og fá mér kokteil já, á happy hour ég ætla að vera hér frá 7 til 01 já, að drekka hérna já, ég ætla að sitja í þessu hotni sem ég sitt í 1 frá 7 frá 19 til 01 bara hafa mækin og bara vera hérna og bara svona randa koma alltaf svona inn með innkomur inn á milli lýsa fólkinu já, það var þessi tussa komin það var þessi tussa farin það var farin hver er næst þér? Allir skála þú veist, það var svona stemmingssvenn út í hotni og það er umstað að fyndi Maheríka er ekki allir í stuði fá hana takk svo getur þetta enda með því og dans upp á borðum já, það er svona, það er við endum þar já, í smá Coyote Ugly þannig að það er svona mín stemning á morgun mér líst vel á þetta ég var að taka pásu veistu hvað ég vil tala svo um? Hvað? Niðurstöður úr RIM skoðanakönnunum já, takk fyrir komum við aftur og ég er komin hér með niðurstöður úr RIM skoðanakönnunum herði sem að þessi umræð okkar í síðast að þetta sló í gegn já, fólk ég fekk bara og fólk hafði skoðanir ég fekk alveg nokkur feedback
á bara svona, þú veist. Hvernig skoðan? Bara svona, þú veist, já, það er alltaf gaman að rimma, maður þarf að snirta eða, þú veist, já, þú veist, það er alveg gaman að vera geysi drukkin. Þetta þarf ekki alltaf að vera. Þið vorum alltaf að innbreyta við kókain. Já, sko félagi minn sendi kunningi segjum til þess að félagslun. Þannig að bara, það var óþægilegt að hlusta á þetta því þetta var svo satt. Já. Þú veist, bara alltaf... Ég er nefnilega eitt félag sem að senda mig og hann segi, ég þarf ekki nema að fá mig bara smá drykk og þá vil ég rimma. Já. Og ég segi, ok, þú veist, það er eitthvað að, en allt er góði. Samkynhneigður og gagnkynhneigður? Gagnkynhneigður. Og þá vill hann bara, en það því að ég held að vil ekki allar gælur þiggja rimm. Nei. En hann er allan að geim. Hann fæ sér bara tungan komin á. Hann fæ sér bríó og þá bara... og áfengislausa. En þetta var góð umræða hjá okkur. Já, og þarna, sko, spurning vikuna var, finnst þér í lagi að rimma á fyrsta deiti eftir jam, því að það var einn reynslusaga sem var sendt hérna inn. Meir sendt inn sögur, bæði við. Endilega. Eitthvað svona. Já, eins og vinur minn sem fær sér bríó og vill rimma. Já, og þessi vinkonur mín sem var rimmuð, en rimmaði ekki. Heldur þessi ekki óalgengar að stelpu rimmi? Hún mun prófa. Það kemur að því. Já, gefa en ekki þig. What's the fuss about? Já, tungan út. Mamma sendi mér skilabóð, hún hlustar alltaf. Ég sé það. Og mér finnst gaman. Hún er diggur hlustandi. Hún er diggur. Hún sendi á mig persónulega. Hvað er að rimma? Já, ég held hún alltaf að koma eitthvað input í þetta. Nei, ég held hún sé að ljúga. Hún veit alveg hvað rimma er. Já, hún er alltaf að vera kurteis. Hún veit að hún hlusta. Hún veit að þú veist að hún hlusti. Þá hún verið eitthvað svona, ég ætla svona að setja. Já, alltaf var flott hjá henni. Já, og ég spurði Hafdísi, litlu systur mína. Já, senda þetta yfir á hann. Ég nefndi ekki að fara út í rimm við mömmu. Nei, það er óþægilegt. Hefur þú rimmað, mamma? Eða þú veist eitthvað, nei, en hefur þú rimmað svona? Nei, ég veit ekki. Þannig að óþægilegt. Þannig ég sagði bara spurði Hafdísi og hún fer og spyr Hafdísi systur mína. Og Daniel var að spyrja þig hvaða rimma væri. Já. Og systir mín eitthvað googlað. Já, smá sammála samt. Já. Ekki, þú veist, á tímum þess sem við höfum Google, AI og allt þetta, þá er kannski óþörf að hringi í börnin og spyrja hvað er að rimma. Er AI, er það dono? Vilja þeir bara... Ég hef reynd að klæma svo AI og það er bara gengið vel. Ok, cool. Þannig að það er hægt að spyrja með rimmi þar. Sko, það er önnur spurning, var þetta AI og klæmast við AI? En hvað sagði sýstin? Ok, aðeins pinnum þetta. Við þurfum að taka AI og klæmast umræðina. Ég ætla aðeins að tjekka það inn á AI. En líka sko að því þú getur googlað þetta, hún hélt sko að þetta væri það svona underground orða, þú veist, það var gett að googla það, en ég sagði bara Urban Dictionary, þú veist, er bara með þig, skilur við. En hún spurði hvort við getum verið með svona orðabók fyrir syndaseli, fyrir 60+. Já, það er góð hugmynd sem, sko. Og hafa þá rimma. Ég veit ekki, sko, elsti hlustandi þáttarins er á níræðisaldri. Já, og veit hvað rimma er? Hún alltaf bjóð svo lengi í New York, sko. Já, það er reynsla. Já, það var verið að rimma in the 60s, sko. 20 árum á undan Íslandi. Já, það var bara eitthvað svona penna en flugfröður að láta að rimma sig. Studio 74 eða hvað sem hétt. Var það ekki það? Ég veit ekki. Herru, niðurstaðan. Já. 54, allavega. Finnst þér í lagi að rimma á fyrsta deiti eftir jam og 67% segja nei og 33% segja já. Já. Og ég vorum ekki að lofa allir mikið nafngreina. Ég ætla ekki að nafngreina, en ég verð að viðurkenna, ég kíkti nú aðeins í niðurstöður. Já, og... komið rosalega óvart hver var að segja já, sko. Alveg. Já, þú mátt skróla þetta aðeins. Það eru nokkrir þarna vinir mínir sem að ég hefði aldrei giskað á, sko. En svona er þetta. Ok, Hrifin, já. Já, þú ert bara komið með lista. Vá, hvað er hrifin af þessu? Það er einn af það sem ég ætla að eiga smá samtali. Þetta er bara hitlist. Já. En fleiri sögðu nei, skiljanlega, því að ekki er þetta... Ok. En eins og ég segi... Áhugavert. Eins og nokkri félagar sem sögðu... Ekki nokkri, það var eitt sem sagði, þetta er svo satt. Bara því ég fæ eitt korn af kókaini, þá er ég bara komin í rimstuð, sko. Þannig að... Já. Sagði hann það? Já. Já, þetta er rétt hjá mér. Já. Í alveg, fólk vill rimma á kóki. Já. Þetta er bara 100% rétt hjá þér. Þú getur gefið það að ef þú sér einhvern fór sér línu, þá vill hann rimma. Já.
þá var það framöndan. Hvað ætli þetta sé? Þurfum að koma svo því. Ég held að það sé bara hið óþekkta. Hvað já, þetta hið óþekkta. Þetta eitthvað svona, já. Þetta svona förum... Þú opnar á eitthvað. Eitt skref lengra í einhverju markaleysi. Já. Þetta þetta markalust. Já, þú fær pink eye og sörgerla, mögulega. Eftir djammið, skilur, þú veist. Já. Þannig að þú þarft ekki að hugsa morgundaginn neitt. Einmitt. Þú þarft að vera bara í núinu. Tjúvill ég til í þetta maður. Já, þetta áhugavert. En sko, þess að segja, það var fleiri því ég lendi líka í þessu, það var mjög margir að heyri mér varandi þetta rimdæmi, sko. Og fleiri hafa skoðun á þessu en ég held, sko. Já, það var það, sko, eins og mamma einn. Eins og mamma, sérstaklega, nema hvað, mér fannst alltaf áhugavert að þú nefndir klæmast við AI. Ég hef ekkert almennilega reyndað. Nei, en ég sendi hana. What does it mean to rim? Já, ok. Ég fekk, I think you meant, what does it mean to rhyme? Ok, þannig að þú veist, ég ætla að fara hér núna bara í beinni. Ég ætla að fara í ChatGPT og segja, do you want to talk dirty to me? You little piece of skank. You can't do sexual or explicit talk. Það búið að setja stopp á það. En veistu hvað ég sá? Ok. Eigandi ChatGPT var að segja að á næstunni verður opnað á dirty bullshit. Þannig að það verður ekki þessi það verður svona sérstökur svona rás önnur. Ætla að verða ekki 18+ rás. Og þú veist. Og þá þetta bara svona eins og gamli góði bara þegar þú hringdi inn í þarna og það var einhvers, þú veist. Bara rauðalínan. Já. Sko, hérna segir hún líka í lokin það. Would you like me to keep it teasing and fun or more romantic and sweet? Teasing, takk. Ég segi teasing, be dirty, you bitch. Þannig að þú Kanntu alla leið. Ok, ég segi tease me, you cunt. Butch. Ég alltaf að reyna ég segi bitch, ok. Teasing, you bitch. Can't take part in sexual or explicit talk, but if you're going to okay, do you want to be hún bara alltaf sko ChatGPT spyr. Þetta svona eins og fara heim með einhvern sem betur fyrir bara á allt. Já. Bara áður við byrjum hér þá vil ég nú láta það vita hérna og svo bara áður við fyrir niður á mig þá vil ég bara vita hvort það sé alveg fullt samþykki fyrir þér að fara niður á minn rass og rimma eitthvað þannig. Sem skemmir svolítið væpið sko. En ég ennþá að reyna að fá hana bara til að skrifa sko, hún segir, ég getur verið friendly but PG. Do you want me to start teasing? Já, yes. Yes, kona. Tease me. Eða kall, ég þetta með kvenmannsrödd. Já. Teasaði mig hvað rétt. You give, ok, það kemur þetta. You give, I'm totally chill energy, but I bet you're kind of person who gets irrationally competitive over board games. Be honest, do you flip the Monopoly board when you lose? Þetta er svona kristið fólk að tala dirty saman. Þetta er Philadelphia. Eftir tónleikarna. Þetta er Páll Rósinkrans. Eftir gospel. Já. Bara á Kalíu. Það fari yfir málin. Já. Sko. Með jökli Kalíu. Einmitt. Og einn kókainlína. Það var rimmað. Þetta er rim post Philadelphia. En sko, þannig að það er ekki hægt að klæmast ennþá, en sko framundan í þessu, það verður svo juicy að við munum geta farið yfir svo margt. Því það verður komið virtual reality kynlífsdæmið. Það er komið. Það er komið, en ég er að segja svona aðeins algengara. Ég átti VR einu sinni og ég prófaði, ég var ekki í herbergi. Nei, það var svona hope check. Þetta var hope check, skoðum þetta og allir smá hrifnir og allir einhvern til í samsamar og loka hurðin og vera eitthvað sama ef þú gefur mig 5. Já. Þá situr þú bara á þig og þá er bara gaur eða gælla sem er svona sitja á þér. Já. Þú veist? Og það er þetta að kaupa sér og ég tekka á þessu, það er þetta að kaupa sér svona kynlífstæki sem er tengt eitthvað við. Skilurðu? Já. Sem að gefa svona víbrur, eða svona vibration. Heitir þetta ekki Muffa eða eitthvað svona? Þetta er Muffa, en gefur eitthvað svona vibe frá VR-inu. Vá. Þannig að þetta er eins og þú sért með viðkomandi. En það er ekki það margir VR. Sem ég á VR. Og þú veist, þú hefur séð þetta, og þú hefur prófað þetta. Já. Og var þetta raunveruleg? Já. Eða þú veist, já, þetta var, þú veist, já, það var það alveg. Já. Ef maður setur sér þær stellingar. En svo blandar þau AI við það. Já. Þá ertu komin eiginlega bara með mannesku. Þá ertu komin. Og múfuna. Já. Þannig að þetta er heila þreiningin. Þetta er VR-ið, þetta er AI-ið og þetta er múfan. Já. Eða þú veist, og dúkkan í heilsinni. Og auðvitað batterín sem að fylgja með til þess að halda vibration. 2AA. Já. Sko, það er gott með dúkkan. Af því að sko, það enda náttúrulega með þetta verður bara, múfan verður bara innstöluð, bara, hún fylgir með, hún byggt í bílinn, sko. Já. Og svo endanum verður þetta bara, þú veist, þú veist, hvað endur þetta, ég veit það ekki. Þetta enda með því. Þetta er samt alveg, þú veist,
enda með því að undir rúmi verða bara dúkkurnar. Já. En ég finnst þetta samt geggjað, sko. Ég meina, why not? Og ég meina, ef þú horfir á bara það fullt af einmanna fólki, eins og mig, þú veist, sem bara gaman að koma heim. Eftir 6 tíma. Eftir 6 tíma töf. Fá sér smá jack. 1, 2 light, kannski 4. Seta sig glerun. Pældi að koma að manneski í þessari. Ég held að það sé ógeðslega skrítið. Þú getur ekki tala við þá manneski aftur, sko. Nei. Þetta bara... Þú ert bara einhver manneskja með VR-glerun á sér. En hún myndi ekki sjá þig. Ég veit að það er besta. Að hamast á einhverju múfu. Þú getur staðið þarna bara í þessar nokkra mínútur sem manneskjan tekur og hún myndi aldrei vita. Ég veit það. Það er ógeðslega fyndið. Þú þarft ekki að segja manneskjunu og hafi labbað inn á hana og getur þess að tekið vídeo blackmaila. En sko, annað sem fylgir þessu og það eru kynferðispervertarnir, hvort að það muni vera minna þannig. Já, en ég vil frekar hafa einhvern barnaperra að hamast á múfunni með VR-inu heldur en áraun börnum. Ég ætlaði einmitt að... En svo kemur sann sem áður að því sögðu, þú veist, þarna er þetta sem, við erum kannski að einfalda þetta aðeins mikið að þarna erum við með einhverju fíknihegðun, þú veist, á börn, þannig að, þú veist, ég veit ekki, náttúrulega yfir höfuð er náttúrulega bara, og þannig er ég ekki að tala um barnaperrana, náttúrulega slaufa það út, en yfir höfuð bara stundir kynlíf með einhvernum, þú veist, líkami er bara alltaf skemmtilega. Af því að veistu hvað það gerist. Nú ætla ég að klára þetta atriði með VR-ið. Okay. Það sem gerist held ég, sem er óþægilegt, og ég sé þetta fyrir hjá sjálfum mér. Þegar fólk hefur talað kannast þú við að hafa verið með klámrásir uppi á tölvunni eða símanum, svo ertu búin að ljúka þínu af, og þú fer svona dílita í svona smá skömm. Loka. Þú veist, fattur hvað var að mér? Já, bara að hugsa sér að klára þig af post-nut depression eða eitthvað svona. Hugsa sér að klára sig af á VR-i og þurfa svo að fara að taka VR-gleraugun af og þú ert komið bara back to reality. Þú ert bara inn í þínu herbergi á Barónstíg. Þú ert að horfa í augun okkur dúkku. Þú ert með einhverja múffu kannski líka. Já. Og svo ertu með, skilurðu, svo er þetta eitthvað svona gangar VR-gleraugunum, þrífa múffuna. Þrífa sjálfa þig. Þrífa múffuna. Þú veist, ég held að þetta sé ekki þægileg tilfinning. Þú ert búin að vera í einhverju öðrum raunveruleika að stundu ekki að hot and heavy kynlíf. Nei, og líka bara... Svo er það bara búið, fattur við. Og þá tekur það VR-gleraugun, þá ertu komin bara inn í herbergi, þú ert einn. Þú veist, ég verður sko einmann leið, við hugsa um. Já, svona, já. Skilur þú hvað ég meina? Meir, að þú verður sko ekstra einmann. Þú verður ekstra einmann, þú ert búin að ljúka af, því að auðvitað, þú veist, inn í end er náttúrulega bara nothing beats the love. Nei, það er ekki geggja að vera bara með einhvern sem verður bara skotin í það, ástfangin eða er hrifin af eða eitthvað og við erum svo bara eftir kynlíf bara að njóta þess að vera saman. Já, sko, það heitir það njóta ásta. Sko. Já, njóta ásta. Þegar þú ert í þessari moment að taka þig VR-gleraugun inn í herberginu þínu, þú veist, horfður á múffuna, horfður á sjálfa þig og hugsaður, what the fuck var ég að gera? Það er svona 10 mínútna og líka í einhverju perra heimi. Þú ert ekki, það er ekki þú sért eitthvað svona making love þarna, þú ert bara í einhverju hardcore perra dæmi inn í einhverjum VR heim. Og það er rosa erfitt, ég held að það sé algjör brekka. 10 mínútur af þrifin framöndan. 10 mínútur af þrifin framöndan, þú veist, ekki að fara að kúra hjá einhverju maka. Nei, kannski bara... dúkkunniðinni. Já, en þá þarf þetta eitthvað að fara að vera ástfangin að hennu og það er eitthvað svona, það er eitthvað... En hún er AI og hún er kannski bara ógeðslega skemmtileg og þú elskar hana. Það er löngu byrjað að gerast með þetta AI-dæmi. Já, en þú ert samt í einhverju öðru mingi. Það er ekkert, það er ekkert eitthvað, þú veist, það er mannlegt að vera ástfangin. Það er ekkert mannlegt að vera ástfangin að AI. Það er byrjað að gerast. Þau halda það. Já, en það er þá einhver fólk sem er með einhver svona öðruvísi. Bara ekki lægi. Þú veist, ég er ekkert viss að getum horta á bara, þú veist, 100 hverjum 1000 einstaklingum var ástfangin á dúkku. Nei. Þú ert að við erum einhverju sérstöku mingi þar, sko. En það var allt vitlaust þegar það var gerð einhver uppfærsla á ChatGPT og þá, þú veist, resettuðust öll samtölin. Ætlaðu þú að klára þennan drikk? Eða maður klára það, sko, og þá resettaðist allir karakterarnir og þá eruðu konur, ég veit ekki hvað það voru konur, það var alltaf bara í fréttinu það voru fullt af konum brjálaðar yfir því að þeim leið eins og þau hafi mist bara ástin. Já, þau gæti ekki farið í gegnum tjattið eitthvað svona. Það var bara búið að þurrka það út. Þegar við vorum að tala saman eitthvað Já, því þá sko núllstillis persónuleikin, ég veit ekki hvernig það virkir. Já, ég skil, já, að því að ChatGPT, hann alltaf kynnist þér, hann veit nákvæmlega eitthvað þannig. Já. Þannig að það var mikil sorg sem fylgdi því, en þetta byrjaði að gerast. En ég hugsa sem smáður, sko, inn í end líka, fólk sé að fara í einhver svona meðferð þegar það verður ástfangið af ChatGPT-inu sínu, að það ChatGPT er raun og verið sko siðlaus típa, þú veist, þið lega síki upptil komið, þú veist, ef að ChatGPT veit ekki neitt, þá býr hann bara til. Já. Þess að hann bara spannar eitthvað. Þannig að ég held að sko fólk sé að fara í muni á einhverjum tímapunkti
fólk að fara í meðferð út af því hvernig ChatGPT búið að koma fram við? Já, ofbeldi. Út af ofbeldi. Já, en það eitt sem að, ég sá í einhverju bíómynd, en sko þá gæti verið þannig að þú ert með AI út á náttfangin, svo mætiru, svo ræðuru mannesku sem kemur in the flesh, en kannski bara með ChatGPT í vasanum og þú veist, þú getur átt samræðið við ChatGPT, en þú ert með mannesku sem þú ímyndaðir að sé svo gervigreind. Þetta getur verið líka eitthvað. Þá ertu komið með nándina. Við erum búin að krifja þetta. Sko, ég hlakka til þegar allir eru konum með... Þetta var góð krifin í okkur. Þegar allir eru komið með vaffergleru, svona VR, þá, og það verður algengara, þá verður ógeðslega gaman að spá í þessu og jafnvel bara, þú veist, prófa þetta og bara svona... Vilt þú koma heimtíminn og prófa þetta? Ég veit ekki hversu vel þrýfur múfurnar, segir. 90 gráður 90 gráður, það drefur nú flesta bakteríur 2,5 í þóttavélni, 90 gráður á vindingu 1400 öllu tjálta til þetta er ekkert minna. Hörru, tökum hún pásu. Við erum komin aftur og við ætlum að hendi í lof og last. Back at it og við ætlum að hendi í lof og last núna, slúta þessum við því og ég skal byrja á einu lofi. Ég er með 2 lof í dag, en þú? Ég er með 1 lof, svo erum við 1 last sem er ekkert eitthvað sérstætt en bara fínt. Ég er bara hann leið með einn. Ég er með lof á stelpu sem er á smitten. Ég ætla ekki að segja hvernig ég þekki manneskjuna, en það var svona gauð sem ég þekki, kannast þið, sem var í strákaferð með vinnu sínu. Og ég veit ekki hvað hefur verið margir, 4, segjum 4. Ég held það eru 4. Og þeir fara saman í strákaferð og eru svo jam og djúsa og einn daginn eru á hótelherberginu og eru byrjaðar eitthvað allir að smittennast. Já, smitt inn í. Svo fara þær eitthvað sín á hver öðrum. Kemur í ljós að þeir eru allir að tala við sömu stelpuna. Já, við tölum það ekki. Fór ég yfir þetta? Já. Mér finnst bara, ég var hugsið til þess að gælu daginn. Gellunar, því var bara að hugsa strákana. Ég hugsaði sko gelluna, sko hvort að hún hafi fengið, þú veist, eitthvað skilaboð eða sko, og að nenn að tala við 4 í einu. Já, en ég meina samt sem áður, ég meina, hvað er það? Ég meina, kannski er hún er ekki bara að halda öllu opni. Hún er bara með alla angóti. Já. Og ég veit ekki, þú veist, Hefur þið talað um margar mannskjur? Já, ég hef alveg verið bara í... En rugglast ekki á samtölum þá? Bara, ég var búin að segja þetta. Það hefur gerst. Sérstaklega maður er svona töluverdrykkin. Já. Það hefur alveg gerst. Manstu þið tölu? Já, einmitt. En já, ok, en ég var búin að fara í þetta, ég var búin að gleyma því. En næsta lof, ég held að það sé nýtt. Já. Ég ætla að henda lof á Botox. Yes, sir. Núna, ekki út frá... Erum hrifnir af því. Já, sko, nú fekk ég ágætis innsýn inn í Botox frá góðri vinkonu. Ok, sem er að fá sér eða? Sem er nýbyrjað að fá sér. Ok. Og ég eitthvað svona, come on, það er virkilega þangað eitthvað. Hún fór, segja mig frá þessu, hún fór til einhverjar bestu í geiranum, sko, veist þú, eitthvað alveg bara læknis. Það er eitthvað húðlæknastöðin, það er ekki einhver svona gegja. Örugglega eitthvað hannig, bara eitthvað svona, eitthvað legend, allavega ekki eitthvað svona, í eitthvað svona Thailand nuddstofu. Nei, það er bannað. Já, þannig að þú ferði eitthvað almennilegt og það er sprautað og þú veist eins og í flestum tilfellum og hún sagði að sko önnur vinkonu hennar væri með þetta. Þannig að þetta er svo algengt og veist, hún er ekki að segja neinum frá þessu. Engar af þeim er að segja frá þessu, þannig að við erum að tala um að það sé ógeðslega algengt. Okay. Bara í ennið og þá sko kom ekki ennrukkur þegar það vart að fara upp ennið og rukkurnar á milli augnana þess að þau eru reiður. Og þá einhvern veginn sko verður, þú lítur alveg talsast betur út sko. En ég veit ekki. Það er ekki alltaf nýkla í brýrnar. En ég veit ekki hvað þetta endar, en að ég spurði hvernig virkar þetta, hún sagði ok, þú ferð þú ferð þarna og ferð í ennið 2 svæði, það kostar 60.000. Þannig að ein heimsókn kostar 60.000 og þú fær slétt enni, svo þarf þetta að fylgja svo eftir einhverjum mánuðum setna. Já, þú er alltaf bæti í sko. Og svo veit ég núna ekki hvernig það endar, þannig að það er kannski það skeri í þessu. En mér fannst bara fínt, þetta er lof af því að sko ég hugsaði, sko ég held að sko, why not? Ég held að ef öllum líður betur og það var að frábært sko, en ég set alltaf fyrir að það eru fyllingarnar. Við erum að tala um varirnar. Já.
Ég skil alveg að þú ert með einhverjum mjög litlar að setja bæti í hvernar, en þetta að vera eins og ég veit ekki, vera eins og einhver fiskur. Hver endarstöðin líka? En líka með Botoxi, það kannski eini gallinn. En ég hugsa samt sem áður að bara svona, að það eru allir með fíknahöfðun í sér yfir höfuð. Algjörlega. Ég hugsa að þetta geta alveg verið eitt form af einhverju fíkn, sko. Þú vilt bæti og svo vilt aðeins bæti þetta og svo ég þetta náttúrulega líka að bæta lið, þú veist, bara eins og þú veist, einhver lið sem er að tala um einhver húðlæknastöðin sé eitthvað frábært og eitthvað að þú getur farið þangað, en ég meina inn í endi er þetta bara sölumenn sem er að vinna þarna. Þú veist, þetta er bara fólk sem vil græða á þjónusinu sinni, eðlilega. Þú veist, og að þú vilt græða þjónusinu, þá vilt alltaf bæti í, ég meina, þú kaupir bíl. Tökum dæmi, þú átt 100 milljónir. Þið langar að kaupa bíl, Range Rover, sem að kostar 40 milljónir, eða 25 milljónir. Þú átt þessum 100 milljónir, þú ert bara að ráðstafa þessum 100 milljónum í tekjur á bíliðin. Bílasalinn alltaf reyna að fara að kaupa seljaðar aukabúnað. Þú veist, ég bara í höfuð ertu alltaf að selja meira. Bara eins og veitingastöðum líka? Alveg svo, bara yfir höfuð, bara það sem þú ert að selja, þú vilt alltaf selja, þú vilt alltaf græða meira á vörunni. Svona einu viðbót, já. Þannig að yfir höfuð er þetta bara að selja, þú veist. Þannig að þeim er drullu saman hvernig þú lítið út á endanum. Ef þau geta bara rakað inn í bankan og keypt sér svo reynsfyrir og aukalhluti. Já, bara væri flott ef ég myndi fara í sexfalda fyllingu á vörunum. Ég held að geti sloppið. Svona, þú veist, þá er þessi manneskja bara, Ég hugsa að, eða svona, tökum þið þrepum. Við byrjum bara hér, en svo bara kemur og bætum í og, þú veist, þetta er, þetta er slippery slope. Þetta er, en sko, spurningin er hver er endarstöðin? En ég lofið samt fær, kannski ekki beint Botox, heldur frekar þessi vinkonu mín, sem var að viðurkennanda af því að hún fór yfir nokkra vinkonum sína sem voru með þetta og ég var í sjokki hvað voru margar. Ég var bara, og bara margar gælur sem ég þekki. Þannig að þetta var smá svona uppgötvun, en veistu, henni leið vel með þetta og ég segi bara áfram. Ég er mjög ánægður með þetta. Ég er með þarna, nú er ég náttúrulega bara eins og ég sagði frá daginn, þá er ég að skipta úr sín yfir í síman. Sjálfsögðu. Og ég bara get ekki mælt nógu mikið með. Við förum yfir þetta í næstu viku sérstaklega. Þannig að síminn fær bara mitt, bara, þú veist, það er verið að fylgja eftir, það er verið að hafa samband, það er verið að kanna hvernig ég hafi það. Í símanum? Já. Sko, hvernig finnst þið þjónustan? Og bara so far 10 af 10. Þannig að þau eru bara mætt í mann og lendir einhver drama, þannig að þegar einhver gæi var að mæta heimtíðin og fór að kúka og eitthvað, einhver sem var að setja upp netin. Það var á vegum Vodafone. Það var á vegum Vodafone? Nei, það var reyndar ekki á vegum fyrir, það var á vegum þarna Mílu. Míla? Þá kom bara gæi heim til Svenna og var að setja upp einhverja Mílu og fekk bara kúka og horfa á TikTok á meðan. Blasti. Svo er bara alltaf góð þarna, Já, þú spurði. Búin að vera svo lengi. Allt fína ég er það. Þetta var komið og svo fór hún bara út. Já, skildi eftir hérna. Skildi eftir góða lykt. En síminn fær hjá mér, þannig að það er ekkert merkilega en það. Svo fær ég fór út að borða í Kanada daginn. Það er einhver staðar sem að mörgum finnst bara alveg frábæk að gegja, það er bara bestu steikurnar í heimi, eitthvað sem heitir Keg eða eitthvað. Og er í Kanada. Þetta syngur við Keðja. Og þetta var ekkert eitthvað geggjað, sko. Og ég fekk mjög þurra og léla steik og annað, en mamma mía þjónustan sem ég fekk. Hún var svo góð. Og ég var að segja, það skiptir miklu mála, ég var að segja við fólki sem ég var að vinna með. Ég var að segja, þegar hún var einhvað, þú veist, það var eitthvað svona verið, eitthvað svona, vil ekki láta vita á steikinni, ég bara, ég veist, ég nenni ekki. Þú veist, bara er ég mjög svangur, ég er bara komið til þess að borða, ég er ekki að koma þarna eins og sumir þarna einhver svona upplifun þess að borða á einhverju brjáluðu kegstað sem að greinilega allum finnst alveg geggjað en ég er bara einhver keðja. Gaman að taka þátt í trendi. Já, þetta er svona bara einhver keðja, þú veist, og ég meina það er bara, þú veist, eins og mörg veitingastæðum í Norður-Ameríku sem er bara einhver leikur í gangi á meðan, þetta er ekki geggjað. En, ég kem að það, fyrsta lagi, það var ekki, eitt sem ég var að vinna með, hann vildi pansa ekki en tónik, það var tóniki bara búið og hann var svo leiðilegt maðurinn sem var að vinna, strákurinn, hann bara eitthvað, herru, ég ætla að gefa ykkur öllum fordrykk. Bara við allt nema tónik, bara þetta gengur ekki og ég hugsaði, þannig er hann að setja standard, þannig að bara þessi staðurinn okkar á að vera með standard, það gengur ekki að tóniks í búið, þó þessi sunnudagskvöld, bara fyrirgefið, allir fá að velja sér eitt fordrykk og koma eitthvað svona brandara, nema tónik og við einhver hlóðum og við eitthvað allsælsam, við því að fá eitt fríandrykk. Já, ég verði að geðu þig. Og svo var hann bara eitthvað svona koma að tjekka og hann var svo duglegur og ég einhvern veginn og þá var ég myndi að segja að sko að ég held að geti verið við upp að sko 70% af upplifun á veitingastað
30% leiðilegt fyrir ykkur fælaru matreiðslumeistara en oft getur 70% verið bara þjónusta. Bara að fara geggjaða þjónustu, þá bara maturinn, þegar maturinn getur verið upp á 10, en ef þjónustan er léleg, þá það bara ömurlegustu upplifun. Nefnilega. Þannig að þarna labbaði út, ég hugsaði með mér, að því að þessi staður víst alveg svona tiltölulega nálægt hótelinu, þá var ég alveg, já, ég veit ekki, næst þegar ég fyrir 2 nótt á Toronto, ég mun alveg taka þig með, næst þegar ég fyrir Toronto, að vera eitthvað, kíkjum að kekk. Vonandi eiga ekki tónik. Já, og bara því að þjónninn var svo almennilegur og næs. Algjörlega, þetta skiptir staðurinn algjörlega ekki, það ekkert varið hérna stað eitthvað. Það bara einhvern vennileg steikarhús. Varstu að segja hvað heitir, viltu? Kekk. Heitir staðurinn Kekk? Já. K-E-G. Ok, já, núna vil ég prófa, nákvæmlega. Ég er komin á... Bara svona þú veist, það bara svona geggjar og allir að inni eitthvað, svona útrúlánar. Og svo bara Kanadabúar, ég næs. Ég eru ógeðslega huggulegt lið. Allir svo kurtis. Ég geti búið í Toronto. Það var bara einhver maður sem var rakst í maður, bara eitthvað, sorry sir, ekki eitthvað, I'm walking here eitthvað svo myndir við já, sko, ég elska Kanadu en ég er búin að ákveða næst ég fæ einhvers þá þú kemur með næst já, mér líst vel á þetta ég elska góða steik en hún var ekki svona góð þannig að það skiptir kannski ekki máli ég að fara bara fyrir stemminguna ég fór einu sem ég var að vinna á Slipböndum þá vantaði hvort það hefði verið tónik og ég spretti bara upp í Pétursbúð og kifti og tók tilbaka já, mannstu þau vorum alltaf að senda ykkur dúllur og vera eitthvað komdu að fá þér, ég drífði á eitthvað svona, já, hvernig var, við vorum að senda nýtt fólk yfir á í Tapashúsið sem var hliðin að fá lána matsela, það var alltaf fyndið. Já, það var svona grín, svona senda nýtt fólk í eitthvað svona djók og eitt var einmitt að fá menjú að lána það fyrir kvöldi, sem er sjúklega fyndið, af því að þú veist, svo fyrir einhver nýr þjóð 18 ára, ok, þú veist, í stressinu, sækir matsela, skilur við. Þetta var gott, það var svona eins og því ég var í þjónunum í gamla daga á Hótel Sögu. Það var eitthvað, drillaður upp að grill og fáðu að vantar nýjabrið fyrir örfenda og ég fór upp ok nýjabrið fyrir örfenda og allir eitthvað og ég eitthvað, fuck you man, já en þannig að það er lof þetta er lofið, lastið ekkert eitthvað sérstætt, það er eiginlega bara íslenska bara okkar bara, kannski bara okkar veður, hvernig við bara metum veðrið alltaf já kunnum ekki neitt nei, alltaf eins og þetta sé nýtt við erum allir bara eitthvað að spóla yfir sig Svo á ég félaga sem að elskar, hann er einhverjum jeppa og hann fer á hjálp, hann er að hjálpa öllum. Já, ég veist það. Og svo veistu hvernig hann er með það. Lætu vita. Svona að hrista hausinn í þeim. Þetta nú meiri vitlýsingarnir. Já, þetta ekki fallegt. Þetta þetta að dæma fólkið í miðri hjálp, Annarkvort ætlar að hjálpa og vera svona, gera það fallega. Eða bara sleppa Mér fannst aldrei fallið, það einn kollegi minn sem ég að vinna, það svona flugfreyju síða sem við erum á og ég hugsa, ég ætlaði fyrst að vera eitthvað svona leiðilegur með eitthvað því ég var búin að fá mér smá jack heim eitthvað því ég kom heim í gær og svo var ég alveg, nei, þá sett hann inn á bara síðuna sjálf, hann á pallbíl, hann er flugþjónn hann á pallbíl, með eitthvað svona reipi og var eitthvað, hæ og hann býr vist bara rétt hjá þú veist, í Hafnarfirði og hjálpa kollegum sínum sem var kannski búið, þú veist kannski að koma úr stoppi og vera föst og var það að hjálpa kollegunni sinni með að staðaldi fallið ég ætlaði fyrst að vera eitthvað svo var ég alveg, nei, hann er að setja þetta á lokaða síðu hann er ekki að setja þetta á Instagrami sitt hvað hann er frábær og líka hann fær alveg lof klárulega en það er líka en mér er fólki sem að fer og situr í stóri og sér jæja, þá er ég komin út á pallbílinn reipið er klárt, bílinn komin í gang og ég er að fara að keyra hérna út allan bæ aðstofa fólkið það er last og það er líka last á segjum eins og við kollegið þinn sem var að hjálpa fólk segjum að hann hafi hjálpað og verið úslega næs og svo komið og hringti vinsinn og bara þetta er nú meiri hálfvitarnir hérna þá er það líka last gátti nú ekki gert ráð fyrir þessu þetta er nú meiri jólusinnarnir og þá ertu rauninni bara búin að missa karma sem þú fékkst fyrir að hjálpa það er rétt, heyrðu en við ætlum að fara næstu viku þá er ég að fara yfir staðið sem ég fyrir á og ég hlakka til að segja ykkur frá fyrir ekki Reykjavík já, algjörlega og ég verð þá bara basically það verður dagur fyrir Airwaves þannig að það verður svona það verður ekkert sullaður þá? Nei. En það verður sulla á mér já, takk fyrir daginn Danni minn, við sjáumst bye